Komið sæl, það var frekar þungbúið á landinu en svona rólegheita veður yfirleitt. Við sjáum hér að það er ennþá þessi skil sem eru búin að vera viðloðandi við suðausturströndina, rigndi örlítið úr þeim, úrkoma mældist eitthvað 4 millimetrar á Kvískerjum, en annars voru lítsháttar él svona aðalega vestan til landinu. En þessi skil þau munu þokast frá landi svona austur á bóginn og það mun svo létta til smá saman á landinu til morguns, síðan mynda svona svolítið hæðarhryggur, en svona þegar líður á fimmtudaginn þá verður vaxandi suðvestanátt og þykknar upp vestan til landinu með úrkomu. En það mun kólna hjá okkur, við sjáum að blái liturinn verður dekkri, þannig að það þýðir að það verður kalt hjá okkur næsta sólarhringinn og morgun mun frysta allt land, en síðan koma smá hlýindi svo aftur til okkar þegar að hæðarhryggurinn svona farinn hjá. Og staðan þessi þá að það eru stöku svona él vestan til á landinu aðalega og við sjáum að úrkomusvæði hér, úrkomubakkinn, hann svona fer frá landi og skýjahullan, hún svona verður gistnari og ætti nú að vera nokkuð bjart víðast hvar á morgun, kannski síst þá á Norðurlandi þar sem verða áfram lítilsháttar él. Það verður svona vaxandi norðvestanátt, þannig að það má alveg reikna með að verði svona strekkings norðvestanátt við suðvesturströndina á morgun, en svona inn til landsins er hann mun hægari. Afgerandi svona léttskýjað á morgun í þessum landsfjórðungi og við sjáum að það eru svona frekar kaldar hitatölur sérstaklega inn til landsins, en gæti nú verið svona frostlaust við ströndina svona fram eftir degi. Afgerandi bláar tölur hér á norðvesturhluta landsins og víða bjart einnig, en við sjáum að það eru svona dálitlir éljabakkar svona á norðvesturlandi, en svona heldur minna það, eða eiginlega ætti nú að haldast þurrt við Breiðafjörð og á Vestfjörðum. Og á norðausturlandi þar svona aðeins þungbúnara kannski, en svona eftir því sem austar dregur þá ætti nú að vera svona bjartar yfir og sérstaklega á Austfjörðum, en það eru kalt einnig á norðausturhluta landsins og strekkings norðvestanátt víða á þeim slóðum. Og á Suðausturlandi einnig bjart og þurrt, og við sjáum að bláar hitatölur eru ráðandi þar einnig. Má alveg reikna með svona strekkingsvindi svona austan örafa. Og norðvestanáttin verður svona viðloðandi við norðausturhluta landsins og dálítil él svona, en svona aðfarnótt fimmtudags ætti nú að draga úr vindi og það er hækkandi þrýstingur á landinu og svona framan af allavega verður víða léttskýjað og kalt í veðri, það verður hörkufrost, sérstaklega aðfarnótt fimmtudags og mesta frostið náttúrulega inn til landsins, víða þá að verður víða 2 stafa frosttölur, en svona þegar líður á daginn þá svona vaxandi sunnanátt og þykknar smá saman upp vestan til á landinu, sjáum hér svo úrkomusvæði kom inn og með líklegast slittu snjókomi fyrst svona kvöldið, fimmtudagskvöldið, en breytir síðan svona í rigningu og við sjáum að það eru komnar rauðar hitatölur á föstudaginn. Einhverju vegna sést ekki í úrkomu litina, en við sjáum hér á táknu og skýjatákninu, það er rigning, afgerandi rigning hérna sunnan til, en svo breytist hún í slittu og jafnvel slittu él og snjóél á endanum þegar kólnar svo, þegar lægðin hér sem verður ansi kröpp hér norðaustur á landinu kemur með vonskuveður hér á norðausturhluta sérstaklega, þannig að það eru allar líkur á því að verði vonskuveður á norðausturhluta landsins, hríðarveður og stormur á þeim slóðum, en mun betra veður sunnan og vestan til á landinu. En svona heldum aðeins lengra þá mun þetta kerfi þokast mjög hægt frá landi, þannig að það getur verið svona viðvarandi mjög vont veður á norðausturhluta landsins fram yfir helgi, en síðan lagast það, en nýtt kerfi svo nálgast, en ég segi þetta gott í bili, verið sæl. Á